Já, ég held að hann hefði örugglega reiknað með að hann fengi sko meira fylgi þetta. Ég held að hann sé ekki ánægður með þetta. Hvort hann sko þegar þú tekur ákvörðun að fara í framboð, þá það eitt það líkurnar á því að vinna og svo skaðinn af því að tapa. Já. Ég held að til dæmis þegar Ólafur Ragnar horfði á þetta eftir að Guðni og Davíð komið fram, að þá var skaðinn af því að tapa fyrir hann var svo mikill að þótt hann hefði kannski átt möguleika að vinna, að þá var það ekki á það hættandi að hætta svona þokkalega góðum ferli í 20 ár með ykkur að tapa svo í lokin sko. Davíð uppi í Hádegismóum, ég held að hann hafi meira metið á það ég meina getur ekki mikið versna úr þessu sko. Þannig að þú veist, þótt hann myndi ekki vinna, að hann gæti átt einhvern 5-6 vikur með þjóðinni að tala sjálfa sig og hvað hann hafi verið góður í öllum ákvörðunum sínum eða hvernig sem hann metur þetta, að það væri í sjálfu sér allt í lagi sko, að þá færi hann bara aftur eins og hann sagði, þá fer ég bara aftur og skrifa Reykjavíkurbréfið 27. Þannig að það var ekki ógn í tapinu hjá honum, en ég held hins vegar að þetta sé að þróast frekar á verri veg hjá honum, það er að verða svona ákveðin svona höfnun á honum og það er ennþá 26% sem eftir að taka ákvörðun. En maður pælir í því að það var þessi rétt mat hjá Davíð að það er ekki leyndi gallar á honum, bara vita allir hans kosta og galla. Þannig að ég held að það er engan séns í neitt af þessu 26%. En hann mun bara geta, þeir sem eru búin að ákveða, þeir sem gætu hugsanlega kosið Davíð, eru þegar búin að ákveða sig. Það er enginn heima, ætti ég að kjósa Andra eða Davíð, ætti ég að kjósa Höllu eða Davíð, ætti ég að kjósa Guðna eða Davíð. Það er enginn í slíkum pælingum. Þannig að ég held að hans staða verði jafnvel sko lakar heldur en skoðanakannanir sína núna og það er mikil sneypuför og ástæðan er líklega svo eins og það er bara ýmislegt að hafa svona taktík og fleira, svona leika svona frekakallinn í sjónvarpi, það held ég flesta fjölskyldur hafa losað sig við frekakallinn sko. Hann bara býr einhvers staðar í Þakarbyrgi á Bergþórugötunni einhvers staðar, það er bara fólk lætur ekki bjóða þetta lengur, þú veist svona þessi freki kall sem að drottnaði yfir fjölskyldum og vinnustöðum og stjórnmálahreyfingum og svona kannski upp úr miðri síðustu öld og langt aftur í landnámsöld og byrjaði svona missa völdin sín svona 1975 með kvennaverkvallinu og 80 með Vigdísi og svona þegar þú komin inn á 21. öldina þá fellur enginn fyrir þessum sko, ef frekikallinn lemur í borðið þá hrekkur enginn í kút sko.